Málþingið Vestfirska vorið var haldið á Flateyri í byrjun maí þar sem byggða- og atvinnumál voru í brennidepli. Í þættinum Vestfirska vorið á sunnudagskvöld á N4 verður rætt við Kristinn Hermannsson sem flutti erindi á Málþinginu á Flateyri. Einhver ráð sem þú vilt gefa akkurat Íslendingum frá Skotum og hvernig byggðamálum mætti vera betur komið þegar komið hér? Sko til dæmis dálítill munur á fjármögnun sveitarfélagana í Skotlandi og á Íslandi er að sveitarfélögin þar hafa mjög litla sjálfstæða tekjustofna. Í vissum skilningi getur það verið ókostur því að sveitarfélögin eru þau fá fjárveitingarnar beint frá ríkinu og þeim er þá úthlutað eftir einhverju mati og þörfum eða einhverju samkomulagi um það hvernig að skipta kökunni. En það hefur þá kosti að þegar kannski kemur áfall í atvinnulífinu og stór fyrirtæki loka, þá leiðir það ekki til þess að útvarpstekjurnar hrynja og það þarf að fara að skera niður sem svo aftur veldur svona neikvæðri hringrás, svona setur í gang einhver dauðaspíral. Þannig að ég held að það sé eitthvað sem þyrfti að athuga mjög í íslenska kerfinu, hvort að eigi að koma tekjustofnum sveitarfélaga þannig fyrir að það sé tekið mið af ákveðinni þörf sveitarfélagana og að svona áföll í atvinnulífinu smiti ekki beint inn í fjármál sveitarfélagana og þannig ýki, komar að segja, svona þessar staðbundnu hagsveiflur. Nánar verður rætt við Kristinn Hermannsson á N4 á sunnudagskvöld.